Já, við ætlum að tala stjórnmálaástandið, vettvangur dagsins þetta stundunar, en við svona mest pólitíkina og flokkana. Jóhann Hauksson kemur hingað frá Jótlandi. Það passar. Stefán Pálsson. Ertu í Samfylkingunni, Jóhann? Er ég í Samfylkingunni? Nei. Ég er ekki í Samfylkingunni. Nei, fyrir ekki, já. Að því ég veit að sko Stefán í VG. Já. En hérna ég hef kosið Samfylkinguna. Já. En ég veit ekki til þess að ég sé á skrá þar. Nei. En þið eru þá reyndi báðir svona vinstri menn. Já, ég vil nú líta svo á sko og ég var nú Jóhann við sko ef maður hefur einu sinni ratað inn á félagatal í stjórnmálaflokki, svona hefðbundum stjórnmálaflokki, þá getur verið fjandanum erfiðar að losna þaðan sko. Ég stalst einu sinni í prófkjör hjá Sjálfstæðisflokknum með tengdaforeldrum mínum í gamla daga. Ég lættist þar inn og til að kjósa held ég eina verkalýsleiðtogann á listanum. Ég þurfti að setja upp kennitölu og nafn og ég fekk póst frá þeim í nokkur ára eftir. Í Sjálfstæðisflokknum, hvað var það, Pétur Sigurðsson sjómaður eða hver var síðast? Nei, ég man bara ekki hver það var einhver sem ekki komst aðspúr. Herðu, ég var að halda því fram hérna áðan að svona eftir COVID að nú var eiginlega svona stjórnmálin að svona vöknus. Nú erum við ekki í einhverju svona, það er ekkert við erum ekki í einhverju sultukrukku með þetta. Nú hefur verið að glíma svona raunverulega hluti, svo Bjarni var í dag að það sem að Logi kom og Sigmundur og Sigmar, allir svona frá svona sinni áttinni í pólitík. Þannig að þessi komin svona átök í þetta einhver grundvallaratrið. Er það bjartsýni á mér að trúa því að svo sé, Jóhann? Er það að spyrja mig, já? Já. Já, ég segi guðlátti gott að vita. Við höfum þörf á, það er mikið rík þörf fyrir sko, stjórnmálin og stjórnmálaflokka, ég held að dagar stjórnmálaflokka sé ekki taldir. Fyrir ekki ef ég skulle taka svona til orða sko. En það er vegna þess að þegar að maður pælir mikið í hlutunum, þar sem ég gerir mikið þess, ég gerir lítið að reyna að pæla þessu og reyna að skilja hvað erum að vera heima hjá mér, það er svona mitt hobby bara, að það er náttúrulega svona grundvöllur þess að draga fólk inn í pólitík innan úr einhverju sameiginlegu almannarými. Það virðist bara vera liðin tíð vegna þess að meðal annars bylting samfélagsmiðlana og interneti hefur brotið þetta allt upp í litla fleka og þetta ég er ekki einu sinni vissum að stjórnmálamenn nútíma skilja alveg hvað erum að vera og þannig held ég að sé komið svona rof, ég ætla ekki að nota orðið sko siðrof, það er allt annar hlutur sko, en það komið rof á milli sem sagt hvað ég segja, hinna raunverulegu stjórnmála sem að krauma alltaf niður í samfélaginu kemur til dæmis fram í verkalýðsbaráttu upp aftur bara út af sömu átökunum milli launavinnu, þeirra sem kaupa vinnu og þeirra sem selja vinnu, það bara gýs alltaf upp aftur og núna er þetta kannski að koma fram vegna þess að fólk er farið að skynja eða það er farnir að berast straumar neðan úr þjóðfélaginu sem er einhvern veginn á þáleið, halló, það er orðin til hérna í ykkar boði hérna undanfjörn 10 ára eða eitthvað svoleiðis bæði auðræði á Íslandi og elitismi og stjórnmálamennirnir er alltaf hinni sömu í einhverju sjálfgengisvel sem að skammta sjálfur sér kaup og ég meiri sér stjórnmálaflokkonu líka núna pening til verkana og það er ekki eins og víst að sko þessi elita hérna sé í neinu sambandi við þennan stóra brotna fleka þarna undir sem er að hrærast í hinum og þessum hópum sem er að tala fólk þegar að sprettur upp að þessum brotum virðist bara vera spretta upp miklu meiri einstaklingshyggja en menn óraði fyrir og sumir eru að velta bara fyrir sér mannréttindum, sumir eru steinhættir að velta fyrir sér landamærum og þjóðerni meðan aðrir hérna gjósa upp í einhverjum hálfgerðum hérna rasisma og þjóðernispopulisma. Ég veit ekki alveg
hvort að fólk skilur hvað að fara en við erum kannski ekki alveg hættir að tala saman hérna en til þess að stunda stjórnmál þá þurfum við eitthvað samlega vettvang við þurfum að vera sammála hvað við erum að tala eitthvað hættir við erum að tala og það er ekki til lengur það er farið nefnilega og það getur vel verið að þeir sé að reyna að búa til einhvern vettvang stjórnmálamenninni núna sem að koma úr elítunni ég er ekkert einu sinni vissum að það gangi hjá þeim til þess að svona finna sér plattform á nýjan leik sko og hérna kannski getur þetta þýtt að það sé að styttast í kosninga líka eða eitthvað því líkt menn eru farnar að finna einhverja lykt sko ég veit það ekki Hvað séu erum við svona miklu umróti? Dauði stjórnmálaflokksins? Nei, ekki. Ég held nefnilega ekki. Það er frekar sko vettvangur þar sem að við sko getum talað saman. Já. Hann sé einhvern veginn að lesa þetta upp. Ef ég skildi Jóhann rétt. Já, sko ég aðeins verið að hugsa þetta. Ég er hérna nýkomin bara heima af landsfundi og maður er einmitt að hugsa svona þetta fyrirbæri því að maður hefur nú upplifað þá ansi marga frá því að ég byrja í flokkapólitík bara sem sko táningur upp úr 1990 þannig að þar hefur maður til dæmis maður séð hvað til að mynda þessi gömlu flokkalandsfundirnir á þeim tíma voru 5 daga batteri með sko stífri dagskrá og svo voru undirbúningsfundir þar á undan. Og einu góðu fyllir í til þess að vera þetta samþykja eitthvað daginn eftir. Einu góðu, það voru ímis sko og svo höfum við nú vita að hafa aðal kostingarnar hérna nógu snemma að mótni þannig að landsbyggðarfulltrúarnir sem sváfu á hótelinu þeir voru einu sem voru komnir á lappir. Þetta skipti miklu máli hvernig maður stilti upp dagskráni. Samvinnurhreyfingunni var stjórnað svona. Já, í dag þá er svona svo í seinni tíð þá var þetta farið að sko skreppa saman og svo fórum maður að taka eftir því að svona stærri og stærri partur af dagskrá fundana voru þá í rauninni einhverjir sko utanakomandi sérfræðingar sem að komu og áttu svona að fræða mannskapinn eða pallborð með einhverju lykilfólki og hérna minni svona þáttaka eða umræða bara fótgönguleiðana en ég held hins vegar sko að mér finnst alveg fólk vera að leita aftur í svona þau gildi aðeins meira mér finnst til dæmis alveg vera eftirtektavert að við sjáum svo sem sósíalistaflokkin sem er tengdur þessari stöð hérna hann er mjög svona hefðasækin í rauninni varðandi uppbyggingu. Ég meina hann hefur bara mikla og ríka trú á því að það skipti máli í svona baráttu og þú sért með strúktúr og sért með fungerandi stofnanir á meðan að fyrir fáeinum árum að þá var eins og allir nýjir flokkar væru í rauninni sko ég hverfðust 1-2 forystumenn og það væri sko nánast svona dónalegt að kjósa stjórn eða halda fund eða eitthvað slíkt. Minnst þið vera að hverfa frá því? Já. Ég held ég hef sagt það frá því áður hér að einhverju þá hringdi ég eiginlega svona blind yfir 100 símtöl hringdi fólk og spurði hvort ég mætti tala við pólitík, ég ætla ekki að selja það neitt og var bara að tala við pólitík við fólk og þá upplýði þetta svolítið sem að þú varst að segja áðan að sko fólk er rampólitísk sko. Að það bara er miklar hugmyndur hvað þarf að gera og eitthvað svona margir eru mjög brenndir af stjórnmálaflokkum, mikla trú við sjáum það bara í trú fólks á traust á alþingi eða borgarstjórn eða við sjáum það að það er alvarlegt því að við ættum að horfa á það á Íslandi að það er alvarlegt hvað við höfum litla trú á sko lýðræði stofnunum við verðum að finna ykkur leið út úr því þannig að ég upplýði þetta sem að þú ert að segja sko, að þessi hópur þarna er mjög pólitískur
en þú veist, farveginir það ratar ekki, sko, það bara fólk ratar ekki, það eru sko hérna lýðræðslu stofnanir okkar, þær eru veikar. Já, þær eru veikar og það kemur auðvitað fram í því að í þessari vantrú eða vantrausti á hérna stjórnkerfið eða stjórnmálin, stjórnmálaflokka eða stofnanirnar og hérna stjórnaráðið. Verkalýðsfélögin, það ekki haldið félagsfundir í þeim. Já, og það kannski ekki nema von þegar að sem sagt daglega eru einhvers konar fréttir því fyrirgefið, ég hef dálítið mikinn áhuga á sko svona að reynsa út spillingavörnum skulum við segja. Ég hérna hef hugsað mikið og skrifað spillingum. Ég finnst við ekki mikið hafa lært frá hruninu. Það sem var þó heitið að við myndum reyna að læra eitthvað, af hruninu og því öllu saman. En daglega sko, viku eftir viku eða einu sinni í mánuði koma alltaf upp ný og ný mál þar sem að við finnum, við sem að erum að reyna að hugsa eitthvað þessi íslensku stjórnmál, hvernig í raun og veru framkvæmda valdið ægivaldið á Íslandi og það situr þungbrýnt fyrir framan þingheim, bara í orðsins fyrstu merkingu, bara symbolst, og það verist vera gengið í björg hérna auðvaldsins eða hérna eigenda Íslands, því að vitið stórútgerðarinnar og hérna meira sé að sko æðstu ráðherrar eru tengdir hérna ríkustu fjölskyldunum og geta aldrei verið í friði með það hvort að þeir sé að ganga erinda almannahagsmuna eða engahagsmuna. Og við sjáum það til dæmis í Lindarhvolsmáli og bara þetta nýjasta litla sem að hérna ósköp lítið og sætt kemur hérna frá lögfræðingi sem að kennir við háskólana hérna, Bjarni heitir hann sá, sem upplýsir það að stjórnvöld hafi látið undir höfu leggjast í meira en áratug að fullgilda með spyrtingu í stjórnlagatíðum, í hérna í lögbirtingum, í stjórnartíðundum segja ég, að birta alþjóðasamninga sem eru sífellt fleiri vegna þess að við búum í þannig heim í dag og við erum samofnari svo mörgum og kannski ekki síst núna á stríðstímum og COVID-tímum, þá finnum við enn meira fyrir því hvað við erum samofin öðrum. Nei, þá eru Íslands stjórnvöld að stinga samningum ofan í skúffu sem gætu komið illa við þá sem að hérna Íslands stórfyrirtæki sem að greiða mútur út í heimi. Þetta sko, við erum ekki komin út úr Lindarhvolsmálinu sem að sko að því leitinu til verra að þar kemur líka fram hversu óskaplega hlutdrægt sjálft embættismannakerfið gagnvart almenningi. Þarna eru minnstakosti 2 embættismenn sem að sannarlega eru einu embættismenn löggjafarþings þjóðarinnar. Það ríkisendurskoðandi sem hafa lögum samkvæmt að fylgjast með því hvernig farið með almannafé og sjá til þess að vel sé farið með almannafé. Hinn umboðsmaður Alþingis. Þessir 2 embættismenn eða öllu heldur hérna ríkisendurskoðandi sem gegnir mjög mikilvægu hlutverki, að það eru teknir einhverju snúningar með hérna nokkra eða minnst okkarstu 2 hérna embættismenn eða 2 nöfn og gerða að ríkisendurskoðanda og það eru ráðherrarnir sem að fikta með þetta í ráðunetunum. Þeir að skáka þessu fólki á milli sín. Hann framsóknarmaður og var ráðinn hérna í tíð Guðna Ágústssonar og þjónaði honum í landbúnaðarráðuneytinu 7 ár. Þessi, og hann þarf að fá djobb núna og hann gerður að ríkisendurskoðanda á meðan fyrirverandi hérna ríkisendurskoðanda Skúla Eggert Þórðarsyni sem kemur úr sjálfstæðisflokksáttinni sko, að það þarf hann að komast inn í ráðuneyti hjá Framsóknarflokknum og svo framvegis. Þetta kannski allt aukaðriði hérna, en þetta sýnir það að meira segja forseti þingsins
sem gengur erinda Bjarna Benediktssonar, einvalds í ríkisstjórninu, framkvæmdavaldinu, hann æðsti maður ríkisendurskoðanda og almennings í landinu, fer með þetta vald. En það Bjarni sjálfur sem búin að velja þá menn til þess að skrifa skýrsluna fyrir sig. Þannig lít ég á þetta. Og ég segi bara fyrir mína part að ég bara get ekki treyst þessu. Og við höfum bara ekkert lært. Þetta hlutdrægt. Þetta ónýtt. Það þegar verið að tala um hnignun lýðræðis í Tyrklandi, Indlandi, Ungverjalandi, Póllandi, þá tekið svona dæmi þar sem að sko hinn kjörnu stjórnmálamenn beygja undir sig stjórnsýsluna, dómstólana og göfleika til þess að þjóna sér. Þú ert að segja að við séum þarna? Já, ég meina, það var Jón Þorláksson sem samdi þessa frábæru setningu, stofnandi Sjálfstæðisflokksins. Engum fengnir lyklarnir að ríkisféheyslunni til að greiða og ríkisféheyslun vinnar greiða eða fylgdar laun. Það það sem þeir reyna að gera. Ég meina Gunnar Helgi Kristinsson, prófessornir í háskóla í stjórnmálafræði. Það örugglega 15 ár síðan hann skrifaði skýrslum það sem hann komst að því að minnstakosti 50-60% sannarlega voru pólitískt ráðnir embættismenn í æðstu ráðunautum. Ég geti alveg farið með langa tölu bara nafna hvaðan þeir koma og ég skal fara með eina setningu ef ég má. Úr bókminni sem ég skrifaði spillingu frá árið 2011 og hún höfð eftir Davíð Oddssyni. Hann segir í þá orðin seðlabankastjóri og segir við rannsóknarnefnd Alþingis að þegar hann spurður hvort hann beri traust til dæmis til fjármála samráðshóps forsætis fjármála og viðskiptaráðuneyti sem átti að passa upp og ekki hrun og koma með einhverja varnartillögur svona. En Davíð segir þá var hann seðlabankastjóri, þetta var bara það sem ég af minni reynslu úr kerfinu, verandi forsætisráðherra, pólitíski ráðherrar byrja að tortryggja flesta ef ekki alla þegar líður á nema helst ef þeir treysta ráðuneytisstjóranu sínum og sínum mönnum þar og þá eiga þeir aðgang á þeim því að þeir gera ráð fyrir því að þeir aðilar séu að gæta hagsmuna ráðuneytisins, ríkisins og ráðherrana, segir Davíð. Þetta finnst honum alveg fullkomlega eðlilegt að ráðuneytisstjórarnir séu ráðnir ekki fyrir fólkið, heldur fyrir þá og þjóni þeim og þess vegna náttúrulega verið að skáka þeim svona á milli en það má líka geta þess í leiðinni að þegar ég var að skrifa þetta þá átti ég einu sinni tal við Sigurð Þórðarson sem að skrifaði þessa frægu skýrslu sem enginn má sjá. Minnisblað eða skýrslu? Vinnuplagg sem að Ármannsson forseti kallar aldrei annað en vinnuplagg alveg kerfisbundið eins og Newspeak. Sigurður Þórðarson hann sagði bara við mig í spjalli að þeir ráðherrarnir þeir eru náttúrulega vinna margir pólitísku málum og fá þeim framgengt og lagafrumvörp og öðru slíku og þess vegna hneigjast þeir náttúrulega bara til að ráða menn sem þeir treysta og þá fara þeir inn í flokkin. Mér líkar þetta ekki. Þetta að tengja þetta saman að þetta sé ástandið ef að lýðræðisvettvangur veikur? Við höfum glímt við þetta ástand áður en að þú byrjar í pólitík. Við óhelga samband stjórnmál og viðskipta. Ég svo sem tapaði nú svo sem pingulítið þræðinum svona nokkurn veginn í miðju að því að einhvern veginn þá fór þetta mál líka síðan í umræðinu svo að spólast út í óboðslega tæknileg atriði, skilgreiningar á því hvenar blöð fari inn í málaskráningakerfi Alþingis og hvenar ekki. Það merkilega að svo til skýrslan, það til síðan sjálf skýrsla Ríkisendurskoðunar Litakóll, en þannig enginn að ræða hana því að
það að halda áfram með sko þrasið og kýtingin sem að virðist nú vera svona öðrum þræði líka bara svona ergelsi milli svona ímissa fyrrverandi og núverandi ríkisendur skoðenda, þar sem að menn hafi talað svona óvirðulega svona tekist einhvern veginn að móðga forverana eða eftirmennina, að þá það allt í einu orðið að einhverju aðalatriði. En það tortryggnin það að sko endarlega skýrslan sé ekki góð en hinni hafi verið stungið til stól sem að benti það væri þá miklu frjórra ef það væri þá bara gert út frá þessari skýrslu sem að liggur þó fyrir, og það væri þá hægt að segja býtu hvað það sem hvað eru þá þarf það að fá fyrir skýrsluna til þess að geta metið hana. Það trekk í trekk vitnað í þessi gögn frá Sigurði í þeirri skýrslu. Það getur alveg verið að það séu þarna einhverjir sko djúsi kablar sem að vanti í, en það að lesa þessa skýrslu æpir ekkert á mann með það. Og eins og ég segi, mér þætti það vera miklu meira gefandi umræði ef að það verið þá farið inn í það mál. En finnst þér ekki bara sjálft viðhorf forseta Alþingis sem kjörin stofnun kjósenda í landinu, finnst þér það ekki vera, mér finnst sjálfum, svo ég bara segi það fyrir mig, vera það versta í þessu? Eins og segi, mér finnst þetta aðalega vera leyndarhyggjan bara yfir höfuð, hvort sem að það stórt að smátt sem skiptir máli í skýrslunni. Það bara þessi leyndarhyggja. Þeir eru ekki starfsmenn. Mér finnst það fyrst og fremst snúast bara það að menn grafi sig niður í einhverjar sko skilgreiningar og formreglur. Mér finnst afskaplega óljóst að það sé einhver sérstakur pólitískur ávinningur af þessu, og hafi hann einhver verið, þá hann löngu búin að snúast upp í andhverfu sína. Það ekki ég get ekki séð að það sé hvernig það geta verið einhver pólitískur hagur í því fyrir Bjarna Benediktsson að Birgir Ármannsson haldi áfram að berja höfðinu við steinina því að hann bjóð til einhverja skilgreiningu á því hvað væri vinnuplagg og vill svo ekki bakka með það. Og eins og ég segi, minnst þetta að vera alveg, minnst þetta svona vera með svona minna frjórri umræður sem að hægt að finna. Ég hafði ekki áhuga á þessu þegar að Þorsteinn Sæmundsson flutti 40 ræður þetta á síðasta kjörtímabili, og ég byrja ekki að fá brennandi áhuga þó að Jóhann Páll stökkvi á sama mál núna þó hann sé öðrum flokki. En það rík tilfinning hjá íslensku fólki að þessi spillingir. Við mælumst bara halva leiðina til Rússlands í samanburði við Norðurlandaþjóðinni. Já, kemur sér til ljós að ef að það sem að hefur meira að segja á okkur toppsætið í að vera hamingjusömmust allra þjóða. Dettum úr við dettum úr fyrsta sætinu niður í það þriðja. Það enganlega spurning hvort þú ert hamingjusömmur. Þú getur kannski verið hamingjusömmur í vondu spillingar spillingar upplifunin er stíkja okkur. Það bara staðreynd. Það kemur fram aftur og aftur að við erum eiginlega halva leiðina til Rússlands frá Norðurlöndunum. Það kemur líka traust á Alþingi. Við sukkum í bara lýðræðiskama við komin fyrir neðan Bandaríkin. Þetta byggt á viðhorfum almennings. Líka afstæðan til þingsins bara helmingurinn á það sem til þingana í Skandinavíu. Og þetta náttúrulega, ættum við ekki að taka þetta bara alvarlega. Ég meina ekki almenningur svona vitlaus að við séum bara með frábær stjórnmál og bara óspillta stjórnsýslu, en almenningur bara svo tortrygginn að það vandamálið. Það nefnilega, þetta einmitt. Hvort daginn þá að því að nú ég í fyrsta sinn komin svona aðeins í hlutverkin kjörna fulltrúa sem varaborgarfulltrúi, og þar tókst nú borgarstjórninni að lenda í tossabekknum, var nú bara með var langnægt neðst í afstöðinni, og
við breytum upp á breytum upp á umræðu þetta í borgarstjórninni sem sagt að kröfu okkar oddvita og það var nú allur meiri hluti fulltrúanna sem að tók þar til máls og það voru nú vel flestir en menn spóluðu sér nú mjög hratt bara niður í það að þetta væri slæmt og mikið áhyggjuefni og augljóslega hinum flokkunum að kenna og þá þurfti ekki að ræða það meira. Þetta verið Vigdísi Hauks að kenna. Já, þetta var Við kannist við það að það stjórnarandstöðun að kenna að þessi lítið traust á þingi. Já, við fengum þessa ræðu meðal annars. Já. En að því að þú byrjar á þessu, ég held að við ætlum bara að tala um stjórnmála ástæðismál, en spillingin, og spillingin bara, þetta raunverulegt mál, og ef við veltum við fyrir okkur, ættum við að horfa á í stjórnmálunum að við værum á einhvern hátt bara með mjög veika stöðu. Við ættum... Lýðræðis vettvangurinn okkar bara veikur. Það getur vel verið að því að Stefáni þykir þetta ófrjótt umræðefni en þetta var og þetta eins og kýli á, eigum að segja, pólitískun líkama eða stjórnmálalífsins á Íslandi. Þetta fylgir því, þessi fræntigli, þetta aðstöðubrask, þetta fylgir þeim alveg út í eitt. Og ég fullyrði það sem ég bý núna út í Danmörk og ég fullyrði að munum við ekki dottið í huga láta svona, við værum alltaf að ræða þetta núna, þetta Lindarhvolsmál eða hvað þá skandalinn sem að meðferð á reglugerðum eða alþjóðlegum samningum sem við þykjumst hafa fullgild og meðferð þeirra, hvers konar eiginlega bananalýðvild þetta? Sem þetta frétt sem að fór ekki víðar hún fór ekki víða þessi frétt Nei, þetta var hérna í morgunblaðsgrein minni mig frekar í fréttablaðinu Jú, en og tengdi Samherjamálinu og Samherji slapp út frá gjaldeyrismálinu af því að það hefði ekki verið auglýst En við erum náttúrulega nýbúin að horfa svo sem í þínu heimalandi upp á minkaskandalinn og það mál sem að endaði síðan í stórum kosningasigri helstu leikenda og þeir sem að Stefán, það er ákvörðun stjórnmálamanna sem að endanum bera ábyrgð í aðstæðum sem voru áttu sér engin fordæmi menn voru lofandi hræddir og neytust þess vegna til þess að eyða gögnum og skjóta sér undan rannsókn ekki koma sem spillingarandstæðingur ætla svo að koma þessu minkaklúri dönsku kratana til varna það er ekki boði en ástæðan fyrir að ég nefndi kannanir sem að sýna það að traust Íslendinga á þjóðþinginu er miklu lakar heldur í Skandinavíu til upplifun Íslendinga á spillingu samfélaginu er miklu meira heldur en í Skandinavíu og ég getur ekki gengið út frá því þetta er að tína til alls konar skandala hér og þar en þetta er raunveruleikinn Íslendingar upplifa það að við lifum í spiltu veiku stjórnmálakerfi ég meina sem er bara alvarlegt og okkur hefur ekki tekist að bæta vinnubröð okkar eða auka sem sé Stefán, þetta snýst það þetta snýst ekkert minkana hér eða Lindarhvolsmálið eitt og sér upp á Íslandi það snýst ekkert það og formaður VG hefur lagt áherslu á að byggja upp traust á stjórnmálum hún upplifir þetta er vandamál það snýst það að einasta leið okkar til þess að lagfæra þetta og einfalda leiðin það var að auka gagnsæi en sjáðu bara til við erum í slag viku eftir viku kannski titlingaskít, það veit það ekki nokkur maður, en attitút þjóðþingsins sem að kýs þetta fólk inn á þingið og hvernig framkvæmdavaldið þóknast að misnota, og ég segi það bara fullum hálsi, misnota embættiskerfi eða embættismenn sem eiga þjóna almenningi en ekki ráðherranum í sína þáu, að þetta er svo augljóst ekki vegna innihaldsins sem kannski er í skýrslunni, heldur er það attitútið. Hvernig vilt þú lækna það, stjórnarliði? Þú nú í minnihlutunum í borginni, ekki? Jú, og þar upplifir maður svo sem
líka nákvæmlega það sama því að þar sér maður að það til dæmis gengið ofboðslega langt og það er það sem að mér brá mjög við að lenda í þessari stöðu sem kjörinn fulltrúi. Það er þessi svona sko bara default stillingin á öllum þeim málum sem koma þarna inn þau öll trúnaðarmál og það er ekki bara einmitt einhver vinnuskjöl eða gögn sem að eru í gangi heldur sko heilu skýrslurnar sem að er búið að kaupa utan úr bæ og svo verið að taka afstöðu til. Þetta allt saman stimplað sem sko trúnaðarmál í bak og fyrir til að drepa umræðu sem gerir það að verkum að það er bara hreinlega bannað að fara og bera þetta undir nokkurt mann eins og að einhverju almenni borgarfulltrúar geti verið sko sérfræðingar í öllu frá sko snjómokstri yfir í rekstur skóla eða menningastofnana og þarfram eftir götunum. Sko best ef það er hægt að gera okkur að innherjum líka því að þá getum við ekki fengið, þá megum við ekki tala hluti sem að snúa að fjármálum, til dæmis fyrirtækja borgarinnar, lántökum og þarfram eftir götunum og þá fær maður stundum svona furðu ákvarðanir eins og við horfðum upp á hér bara fyrir fáeinum dögum þegar að bara eitt stykki borgarstofnun er bara lögð niður nánast bara í skjóli nætur. Borgarskjalasafnið er slegið af og svona helst að borgarstjóri kvarti yfir því að hafa neyðst til þess að ræða þá ákvörðun opinberlega bara áður heldur en að fólkinu væri tilkynnt að það mætti bara fara heim og það væri bara búið að ákveða að verkefnið er að skipta ekki lengur máli. Og þetta er slæmt og þetta er kannski að hluti af menn hafa verið að reyna að breyta borgarstjórninni kannski í einhverjum svona eltingaleika því að borgarstjórninni er dálítið upptekin af því alltaf að vera svona einhver svona miniatúr útgáfa af þinginu og ríkisstjórn og eitthvað slíkt að þá er búið að breyta borgarstjórn á þann hátt að þar eru með bara atvinnustjórnmálamenn sinna því nánast einvörðungu og einir á meðan að sögulega séð þá voru sveitarstjórnarmálin kannski ákveðin stjórnmálaskóli. Það var pólitíkin þar sem að margir komu að þetta var hlutastarf og farið jafnvel bara langt niður listan í að fá fólki í nefndir og annað slíkt. Þessu hefur markvist verið útrýmt á síðustu árum og ég get ekki sagt að það sé framför. Þar fer meiri hlutin svolítið með valdsitt eins og niður á þingi. Já. Samþykkja það, Jón? Það sé sama eiginlega í borginni og þinginu það sem að meiri hlutin er að tróða ykkur ofan Já, ég verð að segja að ég fylgist illa með borginni frekar illa en valdsherrarnir þeir verast alltaf vera á svona sömu buxónu þeirra til lengda lætur sko. Það er bæði gömul sagan í En Stefán fær svona eitthvað gögn sko, sem að vera eðlilegt að hann myndi berið undir endurskoðandi eða lögfræðing til þess að fá eitthvað svona mat á þetta, hann má það ekki vegna þess að það er búið að skilgreina þessi trúnaðarmál. Það er dæmið þetta. Það er einstaklega heimskulegt. Já. Þetta er eiginlega sko, svona viðhorf gagnvart kjósendu sem er svona hálf niðurlægjandi sko, finnst mér að þetta skuli vera svona en þann dag í dag. En við byrjum að tala hér stjórnmálaflokkana og kannski framtíð þeirra en ég er alveg sammála Stefánu það að þeirra tíma er ekkert liðin þó að svona hræringarnar þó að ég að segja sko stjórnmálaflokkarnir skilja ekki endilega hvað þeir að vera sko í raun og veru þegar þessi stóri flekjar allur að brotna upp sem heitir sko fjöldin og grasrótin er að brotna upp í einhverja nýja fleka og nýjar áherslur og grúppast upp á nýtt á tímum
internetsins og nýra fjölmiðla sem tengja heiminn saman á einhvern alveg nýjan hátt og með algjörlega nýja tegund af upplýsingum og líka algjörlega nýja tegund af gerfi upplýsingum eða sko það sem Ólafur Hannibalsson kallaði sannleiki sko, sannleikur verður sannleiki. Það er búið að menga fljótið áður en það kemur til okkar sko, það er einhverjir uppi á fjalli sem að sturta ofan í upplýsingafljótið alls konar vitleysur sko. Þannig að fjölmiðlarnir eru ofta að birta sko myndir sem eru bara plantað inn í það frétta umhverfið okkar mengað. Já, þetta er það er bara hannig. Já. Og það er jafnvel í umræðu núna sko í íslenskum fjölmiðlum þess sem er náttúrulega lítill markaður og annað þýjulegt umræður það sko trúverðuleika sko blaðamanna sko ef þeir hafa gert sekir eitt eða annað sko og hvort sé vært í stéttinu og annað þýjulegt en þetta er mikil er þetta það sem er kölluð upplýsinga óreiða ég er nú aldrei almennilega. Það er bæðið það og svo er það líka eru stjórnvöld standaði stöðu fyrir upplýsinga óreiðu, það er bara hannig. Já, sannarlega sko. Fjármálaráðuneytið sendir frá sér fréttatilkynningar sem talar bætta stöðu heimilanna en tekur ekki með þá sem að skulda og það er alls konar vitleysi í gangi. Já. Þetta sko. Já, og fyrir náttúrulega utan það sko, hvað hefur á 25-30 árum, ég var nú lengi í Bláa fréttamaður sko, segjum kannski 30 árum sko, hvernig þetta var stöndu stétt Bláa fréttamanna eða fjölmiðla tiltölulega í kringu segjum 1990 og ég meiri sé að fekk smjörþefin að því upp úr 1990 sko, hvað það var að vera PR-maður sem var á niðrandi hátt kallaði sjoppukallar þá að vinna fjölmiðlamanni en þeir voru kannski 10-15 í landinu á þeim tíma nú voru sko starfandi fólki í fjölmiðlum komið niður fyrir 1000 kannski 700 ég segi þetta stundum og þeir eru en fjölmiðlafulltrúarnir sem að smíða til veruleikan í þágu hluthafa eða stjórnvalda eða ráðherra aðalega framkvæmdavaldsins sem ríkir hér yfir öllu þinginu og hverju sem vera skal. Ég mitt að því að ég gat nú áðan það ég hef nú verið á landsfundi síðustu helgi þá þótti manni það dálítið hart að það var einn blaðamaður sem satt fundin það var frá heimildinni sem að satt og dekkaði fundin mjög vel líkil fjölmiðlar, ég meina Morgunblaðið RÚV sendi sko myndatökumann til þess að skjóta yfir salin og svo kannski tekið örstutt viðtal en viðvera einhvers fréttamanns þar hefur sko verið kannski klukkutími yfir heila helgi. Og er það alveg háð því sem að þið bara sendið, þið geta sendt hvað sem er? Háð því eða einhverju sem sjá einhverjum ströym eða í rauninni miklu frekar bara hvað einhverjum fundargesti hugkvæmdist að setja á sína samfélagsmiðla á meðan að maður var kannski maður var nú vanur því að það var bara hluti ef það var landsfundur hjá stjórnmálaflokki að þá var þingfréttarítarinn bara varði helginni þar og satt og spjallaði við alla meira að segja þegar ég var bara sko, ungliðapolítikus í alþýðubandalaginu þá voru blaðamenn sko inni á sko stóru prentmiðlunum sem að voru nú kannski bara að hringja og reyna að pumpa mann og bara sko skilja bara skilja víglínur og hvernig landi lægi og hver væri sko mekanismin í flokknum, ég meina það voru gallharðir sjálfstæðismenn sem að unnu á fréttadeildinni hjá Mogganum sem að áttuðu sig samt sem áður á því hvernig sko bara gangverkið væri í alþýðubandalaginu og hver væri með hverjum. Ég held að sé leituna að þeim starfsmanni ritstjórnar í dag sem að gæti sagt
eitthvað meira heldur en bara sko einhverja yfirborðskendustu hugmyndum stærstu nöfn. Já, og þetta, að því að þú varst að nefna þetta svona, sem ég var vannur að segja sko þegar ég byrjaði í blaðamennsku þá voru 350 blaðamenn og einn fjölmiðlafulltrúi, þannig Jón Hákon Magnússon. Núna eru blaðamenn kannski komin niður fyrir 200 en upplýsingafulltrúarnir eru komin niður upp í 900. Já. Og það til dæmis talandur ráðherranna þegar ég skoðaði þegar Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra, hann var með ritstjórn bara, það voru bara, þú veist, það var 5 manns sem að voru og maður sá þetta út í öllum Guðlaugur Þór að skrifa undir eitthvað samning og þetta fór út alla þannig að þeir sem að stýra upplýsingum sem kom til almennings eru eiginlega ekki blaðamenn. En þessi frumskógur af upplýsingafulltrúum að þeir eru í rauninni að gera veruleikan þokukenndan fyrir blaðamenn sko. Það það sem þeir eru að gera. Þeir ráðu ekki við það sko. Að því að þegar áin kemur til þín og þú ætlar að fara að svala almenningi úr ánni, þá verður hún orðið svo menguð að þú þarft eiginlega bara að labba upp á næsta hól og fara bara að segja fólki eitthvað sko. Því það eiginlega ekki hægt að byggja þetta á sko, svo staðrindunum sem koma til þín. Þarna kannski lausnin fyrir stjórnmálaflokkana, það að reisa höfuð upp úr þess og segja hingað og ekki lengra. Nú ætlum við að setja, það hefur alltaf verið sko verkefni stjórnmálaflokka sem að hafa orðið til svona spontant, svona úr grasrót í gegnum tíðina, að þeir hafa orðið svona apparat eða tæki til að efla þáttöku, draga til sín fólk, draga til sín stuðning og formúlera síðan sko hagsmunina, stefnuskrána sko, fyrir hvað eru að berjast og það þarf að safna þessu saman og það þarf að smíða stefnuskrá, ég meina þú tekur þátt í og það er þetta sem er verkefni stjórnmálaflokka. Stjórnmálaflokkarnir gáfu allir út sko, voru með fjölmiðl, voru með málgagn. Já. Það er ekki með málgagn lengur eða? Nei, það er ekkert sem að Hvað er þetta, smugan var það svona síðast? Það var svona einhvað í gildi þess sko. Samfélkingin ekki með neitt? Nei. En sko, núna getur vel verið að sko ef einhverjir rísa upp og segjast vera nýtt stjórnmálafl og ætla að rísa upp úr þessari þoku eða synda upp úr þessu mengaða fljóti sem hún kallar, svo sem er kannski ágætt samlíking og segja bara, þið sem að hugsið bara 17 kyn íslenskunar og þið sem hugsið bara samkynhneigða og réttindi þeirra og þið sem að við eigum allt eitthvað sameiginlegt. Hvað er það? Já, hvað er það? Við þurfum öll að hafa sameiginlegt, við þurfum öll að hafa þak yfir hausinn, við þurfum að hafa atvinnu og við þurfum að geta sinnt börnum okkar og svo framvegis sko. Já, einmitt. Já, við ætlum að samanast það. Komið á fundið að gerum eitthvað saman þetta. Fara upp á þennan hól, ég meina, það er kannski það sem að sósíalistarnir er að gera, Stefán. Það er dálítið athyglisvert að fylgjast með kosninga, svona, ef kemst bak við tjöldin, fylgjast með kosningabaráttu og þá sér maður í vaxandi mæli. Við höfum dæmi það að, sko, stjórnmálaflokkar hafa í rauninni bara fengið auglýsingastofur eða almannatengsla fyrirtæki til þess að sinna bara verkefnum sem að áður heyrðu bara til sko kosningastjórnar og svo eru sko strategíufundirnir og það er búið að beita tækjum félagsvísindanna til þess að skilgreina markhópa og þarfum eftir göttunum en sko uppleggið á slíkum fundum með þessum fulltrúum er aldrei sko að segja, heyrðu, þið eru stjórnmálaflokkur og þið eru hérna með þessa stefnuskrá og þetta er ykkar stefna hvernig komumst við inn á það að segja fólki að það sé málið og samfara ágæti þess heldur er uppleggið það að bara nákvæmlega sama eins og verkefni væri að selja morgukort. Já, það bara kemur og segir, við erum búin að átta okkur á því að þið eigið séns í konur á þessum aldri og karla á þessum aldri og fólk á þessu tekjubili og þá skulle ekki hugsa hina því að það er bara alltaf erfitt og þetta fólk til þess að það kjósi ykkur þá skulle ekki vera að tala þetta og ekki þetta og hérna þurfið nú endilega berjast fyrir þessu, talið þetta það er aldrei gott eða ekki neitt og þá er þetta náttúrulega komin
Já, þá þetta aftur spurningin, ertu ekki búin að tapa dálítið mikið svona sjónar á grunnmarkmið? Það stjórnmálin eru bara búin að gufu. Ekki bara best að kjósa Framsókn? Já, mér dætti í huga það ekki Egils Kristall, þannig að það sést hverju drekka Kristall. Það ekki, ég spáði það verið næst, það sést hverju kjósa Framsókn og þá verður það bara grænt fólk. Aðdánavert fólk. Það sést hverju kjósa Framsókn. Það eitt reyndar sem að stendur svo lítið í mér svona í og það að hvaða eru í raun og veru, þú fyrirgefur mér Stefán þó ég segi þetta, en hvaða eru í rauninni orðin margir, og ég veit ekki af hverju hvað í rauninni orðin margir sko flokkar með svipmót eða framsóknarflokksins í landinu sko. Þá er sko að realpolitíkin, að hinn raunverulega framkvæmt stjórnmálana af hálfu vinstri grænna og áherslur og framsóknarflokksins, síðan var hann náttúrulega miðflokkurinn sem að þurrkast út, hann var svolítið sér á parti í ýmsum málum, en að sumuleyti náttúrulega sko sjálfstæðisflokkurinn þarna líka til viðbótar. Þetta eru svona þjóðræknislegir flokkar sem að halda mjög fast við atriði í efnahagstjórn Íslands sem að mætti alveg taka til grundvallar endurskoðunar. Finnst sumum. Já, sumum ekki. Og sumum ekki. Þetta er vandamál við stjórnmálinu. Já. En bara... Má ég spyrja ykkur að því að þú tala Þetta er bara svo þetta er bara orðið svo líkt. Mér finnst þetta bara að vera einhvern veginn svona eins og 3 framsóknarflokkar í raunveruleikanu sko, með áhersla á ekki fara beint í Þorgerði Katrínu og taka upp á alls frasan hennar. Já, ég ætla að taka Framsóknarflokkandi 3, þetta er bara Þorgerði Katrín. Ég fann þetta að fá löng á því þú ert að tala svona þjóðerni og þjóðernis eða svona þjóðernis svipmót. Þá er ein ráðgáta í pólitíkinni sem er núna. Það er samfylkingin hækkar og enginn getur almennilega svara kannski af hverju það er. Góður formaður, hún lýsti yfir að samfylkingin ætlaði að hætta að hafa Evrópumálin að efst á listanum. Þá myndi man ætla að það hefði skapast tækifæri fyrir Viðreisn að stekka og hvernig Viðreisn er búin að láta síðan þá er alveg augljóst. Þeir geta eiginlega ekki talað veðrið án þess að tala upptöku evrunar, en þeir stakk ekki. Getið leist þessa ráðgátu? Þetta er skemmtilegt dilemma sko, en ég náttúrulega er ekki... Ég hefði spáði að dittu svona 2,5% til þeirra, en það gerir þetta ekki. Að þeir hefðu átt að fá með þessu? Það væru hægri Evrópukratarnir í samfélkingunum myndu færa sig við. Já. En vilja þeir kannski bara vera af því að það er svona uppgangur þar? Sýttir það meira máli í pólitík? Já, sko... þetta er ekki bara krónan og aðild að ESB eða ekki, ég menna við erum 80-90% inn í ESB hvort er og allt það, en erum með okkar krónu og ég finn alveg fyrir því að búandi í Danmörku fæ tekjurnar hérna frá Íslandi, en þetta er afstæðan til auðlindana til dæmis og sko hinn raunverulega pólitík, afstæðan til sem sagt stjórnunar og gjaldtöku af auðlindum sem er náttúrulega afar mikilvægt og þýðingarmikið mál sko. Ég get ekki séð að það sé nokkur til dæmis núverandi stjórnarflokka sem ætli að gera nokkuð í því máli frekar en svona einhvers staðar sofandi í skúffu eins og stjórnarskrármáli sko. Það hefur engin stjórnarflokkana áhuga á Bjarni var í þingin í dag að hæðast þessu. Hann sagði, þeir sem eftir hrun sögðu að við ættum að taka upp evru og taka upp nýja stjórnarskrá og sögðu annars færi allt hér til fjandans. Hvar eru þið nú? Við lifum við eins og blóm í eggi, kaupmáttur aldrei hærri laun heldur í Evrulandi. En svo að við Bjarni á mjög öll með að svara þessu sko. En svo við víkjum líka að upprunarlega spurningin er náttúrulega sjálfur sér áhugaverð í fyrsta lagi og þá vil ég nú segja að
ég alltaf skeptískur á að rýna mikið í sko sveiflur skoðanakönnunum á öðru ári í kjörtímabili á sama tíma og síðasta kjörtímabili að þá var framsóknarflokkurinn steindauður en við satt mælingar á afstöðu almennings og allir stjórnmála sko allir spjallþættir í pólitík sem að maður horfði á þeir gengu út á það að framsóknarflokkurinn væri bara í sko stórkostlegri krísu og spurningi væri bara hvenar Lilju Dögg Alfreðsdóttur þóknaðist að slá af Sigurð Inga sem að væri augljóslega dauður maður á formanstól þannig að svona ég svona skeptískur að lesa svo mikið í það en það er alveg það er mjög merkilegt að sko það breyttist mjög mikið hjá grötunum með nýjum formanni og fyrir okkur sem að fylgjum stíft með störfum þingsins að þá sá maður líka að samfélgin fór að hegða sér allt öðruvísi þar það sem að gerðist er það að bara nánast frá deginum sem að Kristrún tók við þá hætti samfélkingin að taka þátt í málþófi niðri þingi bara í stórum málum þar sem að fyrir ári síðan veit maður að sko Helga Vala og Oddný Þau skildu Píratana eina eftir í útlendingamálunum. Píratarnir eru einir í mál eftir mál stundum fylgir Viðreisn sérstaklega svona tilteknir fulltrúar þar inni með Kristrún Frostadóttir hefur engan áhuga á að vera niður í þingi að rífast við neitt annan heldur en formenn stjórnarflokkana 3 helst Bjarna tekst á við ég held að það sé nokkuð jöfnum höndum hvort hjólar í Bjarna eða Katrínu og stundum í Sigurð Inga en hún sko lítur ekki við því að fara að taka einhverja lúpu fundarstjórn forseta til þess að láta Birgi Ármannsson fara í taugarnar á sér það er einhvern veginn alveg sko rækilega fyrir neðan hennar virðingu hún slátraði 2 heilugum kúm í einu, ég meina það var hún bæði setti Evrópusambandið svona einhvern veginn í einhvern annan flokk og hérna slökkti á stjórnarskrár umræðinni maður reyndar sér það pínulítið að ansi margir svona í og við samfylkinguna eru sko ekki bara búnir að innbyrða kostninga sigurinn í huganum heldur svona farnir að stilla sér upp í ráðherrastóla það verður svona áhugavert að sjá hvort að hvernig svo dýnavík mun haldast alveg út kjörtímabil. Mun ekki Kristrún mæta með nýtt forstulið í nýjasta kostningar? Það held ég held að hún er nefnilega dálítið óvenjuleg með það, ég meina hún minnir að þýleitið pínulítið á Sigmund Davíð ég meina hún kemur inn Sigmundur Davíð hann hafði setið þarna í skipulagsráði fyrir framsókn í Reykjavík í hálft kjörtímabil í borginni öðru leyti hann held ég bara varla verið á flokkskrá fyrir en að hann verður formaður og Sigmundur byrjaði ekkert á að setjast yfir félagatalið hjá framsókn og sjá sko hverja get ég gert mér en hérna handgengna hann kom bara með þá menn inn í flokki og stefnuna og stefnuna eins og Kristrún segir þið kussu mig já. Og þið kussu stefnuna mína já. Og sem er svolítið öðruvísi heldur en þegar þú varst að lýsa áðan hvernig flokkar búa til stefnu þarna var bara fyrst þetta allt í einu pakka þetta er svolítið eins og í Ameríku að þú veist flokkarnir eru forsetaframbjóðandi hverju sinni en hann er að hérna ég er í rauninni pínlítið hissa ef að hún kæmi ekki bara inn með hérna eiginlega bara fullskipaða sko sveit ég held að verði mikið af nýjum andlitum en ég meina enn sem komið þá verðist þetta að vera vinningsuppskrift þannig að ég ætla ekki að sitja hér og fussa og sveia og fingur á lofti En af því að þú ert nú nýkomin af flokksþingi það er ennþá þó þannig að
að flokkarnir kjósa forystu sína. Já. Já, og sem sagt það gagnstætt því sem að gerist í svona persónustjórnmálum, þar er afhenda flokkarnir þetta vald sitt til þess að kjósa sína eigin forystu yfir til einhverja sem enn að skrá sig í prófkjör eða eitthvað þínulíkt. Það var nú eitt ráðið, en ég meina ég held að ég reikna alveg með því að þetta sé eins farið með samfylkinguna og VFG að Kristrún hlýtur að vera fulltrúi fyrir þá stefnu sem að kemur út úr landsfundi. Nei, það var svolítið sérstakt þegar hún var kosin, að hún sagði að þegar ég kosin, að þá er ég kosin fyrir þá stefnu sem ég kynnti á ringferð mínum í landið, þannig að það var komin svona ný stefnumótunar ferli í samfélkingunni sem var ringferð Kristrúnar um landið. Það er nefnilega það sem að Gunnar smárur að vísa í að ræða hennar á fundinum, og ég held fyrst að þarna hefði nú bara einhver blaðamaður hefði einhver skólast til að það var sem sagt ræða sem sagt stefna formannsins, það var kynnt stefna formannsins sem að ég hef ekki heyrt áður í stjórnmála Kannski virkar þetta bara vel. Já, getur bara virkað fínt. Hvernig líst þér á samfélkinguna í dag, Jóhann? Svona séð frá Danmörku. Já, ég er ég er Evrópusinni. Ég vil taka upp evru gjarnan. Þú gerði það bara sjálfur með fótunum eða danska krónu? Já, ég gerði það með fótunum. Ég vil helst losna við krónuna. Ég tel hag almennings á Íslandi best borgið þannig, og til dæmis þeirra sem að kaupa sér húsnæði, sem er mjög ríkt á íslensku þjóðinni, að fólk kaupi sér húsnæði en fari ekki einhverjar aðra leiðir til þess. Það er betra húsnæðiskerfi í Danmörku en á Íslandi. Það er ekki að líka því saman. Já, og miklu ódýrara reyndar. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað ég keypti húsið mitt á lágu verði í Suður Danmörku, en það er önnur saga. Ég er sem sagt í aðalatriðum sammála samfylkingunni og var alltaf bæði verkalýðsinni og gamall allaballi meira segja, það var þannig vinstri maður. En heldur að samfylkingin haldi, það eru miklu uppstreymi? Já, sjáðu til sko, það má kannski ekki alveg stefna Kristrúnar, ef að forystan segir á einhverjum selvufundi sko, einhverjum helgum víum einsta kjarna sko, ekki ESB, ekki stjórnarskrána og hróplum ekki við kvótakerfinu mikið núna, við skulum bara einbeita okkur að heilbrigðiskerfinu og húsnæðiskerfinu. Það er bara þetta tvennt sem að skipti máli núna. Þetta getur vel verið að sé bara strategist sniðut. Svo skulum bara hugsa hitt setna. Hvort heldur að samfélkingin sé að hækka út af Kristrúnu, út af þessari stefnubreytingu? Kantar á því það? Já, ég hugsa að það sé. Hvort? Ég geti vel tróð því, sko. Það sé stefnubreytingin? En þú mátt líka af því að þú ert glöggur á tölur og smári að þú veist líka að það er vaxandi fylgi við aðild að ESB. Já. Með íslenska kjósenda. Sem líka dularfullt að þegar að samfélkingin tekur þetta mál af dagskrá, Viðreist hleypur og tekur það eitt, að þá eykst ekkert fylgi Viðreist að þó að megi merkja auki fylgi við NATO líka. Ég held bara að stóra breytingin sé svo að samfylkingin er núna flokkur sem að ætlar sér og stefnir á að fara í ríkisstjórn. Og ég ætla bara að halda þið fram að Logi Einarsson sem formaður hafi í raun aldrei haft á því minnstu trú eða sérstakann áhuga. Jafnvel hann hafi metið það bara að hann var ekki með flokki höndunum sem að þyldi það, og það er bara talsvert breyting. Það bara fjölgar þeim flokkum sem að stefna í rauninni að því að fara í ríkisstjórn,
það ekkert allir flokkar inn á þingi sem að stefna því í raun og veru. Ég ætla að halda því fram að hvorki flokkur fólksins né Píratar séu flokkar sem að stefni að því í raun og veru. Já, Píratar svona undanfarið. Þeir vilja... Það eru einstaklingar þar inni en það ekki alveg genumsnitt þar. Herru Pillar, ég verða að setja, það afmælishátíð fremdan, Neytendasamtökin eru 70 ári í dag, ég ætla að tala við hann Breka Karlsson. Jóhann og Stefán, kæra þakki fyrir að stoppa hérna og tala erfiða pólitík, svolítið rugglaða pólitík sem við búum hérna við.